Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við viljum biðja, almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nála þinn og kærleika. Lát oss vera minnu þess að þú telur daga vora svo að við megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesúm Krist. Blessa oss þessa kveðjustund Ólafíu Þorsteinsdóttur hér í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesúm Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Hjá Jesaja spámanni standa þessi orð, en nú segir Drottinn svo sá sem skóp þig, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla þig með nafni, þú ert minn. Gangir þú í gegnum vötnin er ég með þér, gegnum vatnsföllin þá flæða þau ekki yfir þig. Gangir þú í gegnum eld skalt þú ekki brenna þig og logi mun ekki granda þér. Þú ert dýrmætur í augum mínum. Óttast þú ekki, ég er með þér. Hann hljóðar hið heilaga orð. Amen. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprot
mandan, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Strótið þinn og stafur hugga mig, þú býr mér borð, frammi fyrir kendum mínum, þú smyr höfuð mitt með olíu, líkar minn er varma fullur. Já, gæfa og náð fylgja mér, alla ævi daga mína, og í húsi Drottins, því ég langa ævi, Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert fresta. Og postulinn ritar, enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við Drottni, og ef við deyjum, deyjum við Drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við Drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna, bæði yfir dauðum og lifandi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Veit ekki litinn ég
Við skulum rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaði verða. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sæl eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðsbörn kallaði verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir sakir réttlætis, því að þeirra er himnaríki. Hann hljóðar hið heilaga Guðspjall, sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Ég heilsa ykkur með kveðju postulans, náð sé með ykkur og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Amen. Þakklátum huga kveðju við í dag hérðan frá Borgarneskirkju, Ólafíu Þorsteinsdóttur, sem lést á dvalarheimilinu Silfurtúni 13. júlí síðastliðinn. Sæluboðin úr fjallræðinu sem hér voru lesin þykir mörgum vera einhver fegusti boðskapur sem finna má í Biblíunni. Enda kristallast í þeim megin boðskapur Jesú Krists. Leitin að hamingjunni virðist samofin löngum mannsins til að lifa. Að vera sæl eða sátt manneskja tengist hamingjuleitinu órofa böndum. Sæluboðin birta þá sýn að það sé hægt að vera hamingjusamur þrátt fyrir ýmiss konar mótlæti
og áföll í lífinu. Sælubúðin birti ekki einungis einhvers konar andlegan veruleika sem utan þessa jarðneska heims, heldur viðurkenna þau líka þá staðreynd að það hefur áhrif hvernig við mennirnir göngum fram og breytum. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Orðum sælubúðanna fylgir mikil blessun fyrir þann sem eftir þeim lifir. Þar birtist Guð okkur. Guð birtist okkur meðal annars í góðu samferðafólki sem skilur eftir sér djúpstað spor sem snertir við lífi okkar. Ólafía Þorsteinsdóttir, Lóa eins hún var gjarnan kölluð, var hið sterka kærleiksafl í lífi ykkar og var samferðafólki sínu til mikillar blessunar. Hún var rík af dýrmætum eiginleikum. Trúmennska var ein af þeim. Hún var trú þeirri köllun sinni að snerta líf fólks með ljúflyndi sínu og góðmennsku. Gleðin var hennar aðalsmerki sem á þakklæti sem hún bar svo ríkulega fram úr sjóði hjarta síns. Það fengum við samferðamenn hennar að reyna. Ég kynntist Lóu fljótlega eftir ég kom til starfa sem prestur í Dölum og með okkur tókst góð vinátta. Hún mætti mér alltaf með opinn faðminn þegar ég leit við út á Silfutúni og hún hafði alltaf eitthvað fallegt að segja. Og þannig var hún. Myndin á framanverðri sálmaskránni ber þessari einstöku konu fagurt vitni. Gleðin heitir lífsins ljúfa leynifjöður, mjúk og sterk. Hún máttarhjól, hreyfir heimsins mikla sigurverk. Þessar fallegu ljóðlínur að finna í ljóðinni Óðurinn til gleðinnar, eftir Siller í þýðingu Matthíasar Jochumssonar. Hann fagur vitnisburður lífi konuna sem við kveðjum í dag, hennar Lóu okkar, og minna okkur á þann mannlega auð sem hvorki rið né mölur fá grandað. Og ég vil gera þetta ljóð, fallega ljóð, að yfirskrift þessara kveðjustundar. Ólafía Þorsteinsdóttir fæddist 30. apríl 1932 að Ölfiskrossi í Kolbeinsstaðahreppi. Hún lést á Silfutúni 13. júlí síðastliðinn. Foreldrar hennar voru Þórdís Ólafsdóttir, bóndi og húsfreyja, og Þorsteinn Gunnlaugsson, bóndi. Lóar var 9. í röð 12 barna þeirra hjóna. Eldri systkini Lóu voru Olgeir, Ardís, Jenny, Inga Jenny, Lilja, Fríða, Ágústa og Halldóra Ágústa. Þar Jenny, Lilja og Ágústa náðu ekki að vaxa úr grasi og létust allar innan árs. Og yngri systkini Lóu eru Ásta, Sesselja, Þorbjörg og Ragnheiður Lilja, en Ragnheiður Lilja ein eftirlifandi systkinanna. Árið 1953 giftist Lóa Jóni Jónssoni frá Litla Langadal og hún var þá 21 árs gömul. Jón var sonur Jóns Bergmanns Jónssonar og Kristínar Sigríðar Guðmundsdóttur. Þau Lóa og Jón hófu búskap á Setbergi á Skógarströnd og eignuðu 6 börn. Börn þeirra eru Kristvin Ómar, fæddur 1951, kona hans Eygló Sigurðardóttir og þau eiga 2 börn, Áslaugu og Þórdísi. Fyrir átti Kristvin 2 syni frá fyrri samböndum, Erling og Svan. Jón Bergmann fæddur 1952, kona hans Bryndís Ólafsdóttir. Þau eiga 4 börn, Berg, Halldór, Kristjón og Kristínu. Ólafur Ingimar fæddur 1957, hann lést 3. maí síðastliðinn. Fyrir eiginkona Ólafs Ólína Sigþóra Björnsdóttir frá Akranesi og börn þeirra eru Elín, Ólafur Jón, Jakob, Ólöf Kristín og Björn Sigþór og afabörnin eru 3. Og seinni kona Ólafs Ólafía Asis og eiga þau 2 syni, Ómar Ara og Justin Leif, en þau voru skilin. Kristín Þorgerður var fædd 1959 en hún lést af slysförum 1986.
Hún giftist Finni Haraldsinni frá Háafelli og er dóttir þeirra Málfríður Mjöll Finnsdóttir og barnabörnin 3. Þorsteinn er fæddur 1966, börn hans frá fyrri samböndum eru Ólafía, Þyrí og Tinna. Og yngstur í Sigurður Þór, fæddur 1969, synir hans og fyrrverandi eiginkonu, Ágústu Kristína Bjarnadóttur, eru Bjarni Jarl, Dagur Kristinn og Ágúst Bergmann. Þetta er orðin ættboginn stór, barnabörnin samtals 22, barnabörnin 39 og 8 barnabörn. Árið 1987 slitu þau Jón og Lóa samvistum og flutti Lóa þá á Akranes þetta sama ár. Fljótlega kynntist hún Jóni Finnsinni frá Geirmundarstöðum á Skarðströnd en hann var búsettur þá í Borgarnesi og flutti Lóa til hans. 6 árum síðar gengu þau í hjónaband 1993. Foreldrar Jóns voru Steinunn Haraldsdóttir og Finnur Jónsson. Þau Lóa og Jón bjuggu í Borgarnesi alla sína búskapartíð. Það ræktuðu þau garðinn sinn á Gunnlaugsgötunni. Þar var stór og blómlegu garðinn sem Lóa ræktaði af mikilli natni og eyddi hún löngum stundum þar á sumrin. Garðurinn á Gunnlaugsgötunni var líkastu skrúðgarði með gróskumikil tré og runna og fjöldan allan af blómum. Í bakgarðinum var matjurtagarður þar sem þau Jón ræktuðu meðal annars kartöflur og kál. Lóa var handlæginkona og einstaklega nýtin. Hún þekkti það vel að búa við knappan kost og vissi vel hvað það kostaði að fæða og klæða stórt heimili. Hún var dugleg húsmóðir og bakaði mikið. Frystirinn var jafnan fullur af boxum með hveitipörtum, kleinum, lagtertum og vínabrauðum, svo ekki sé minnst á pönnukökurnar, en af þeim bakaði hún jafnan stóra uppskrift og steikti alltaf á 2 pönnum. Henni fannst ekki taka því að steikja á einni, hún gæti alveg þá gripið í prjónan á milli. Hún heimsótti ekki börn í sín öðruvísi en svo hún kæmi færandi hendi með eitthvað heimabakað, sem var mjög vinsælt hjá fjölskyldunni. Það var gott að heimsækja þau hjónin á Gunnlaugsgötuna. Þar var hjartarými mikið og gott að sækja þau hjónin heim og þiggja veitingar og völgerning og njóta samvista við þau góðu hjón. Fjölskylda og fjölmargir vinir áttu þar vísan stað, en þau hjónin fóru einnig oft og heimsóttu ættingja og vini í sveitin á sumrin og þá voru barnabörnin oft með í för. Það var mikil gæfa þeim Jóni og Lóu þegar leiðir þeirra lágu saman. Þau náðu vel saman, enda bæði sveitafólk og áttu ýmis sameiginleg áhugamál. Þau Lóa og Jón lögðu stund á dans og voru í hestamennsku. Þau voru lengst af með hesta og stunduðu útireður og tóku virkan þátt í starfi hestamannafélagsins. Þau fóru víða og leið sérlega vel saman. Og með sonum hennar og þeirra góða fólki eignaðist Jón líka góða fjölskyldu. Þau áttu mörg góð ár, einstaklega elsk og trygg hvort öðru. Það var því Lóu mikill harmur þegar Jón lést vorið 2015 á 87. aldursári. Kraftar hans voru teknir að þverra og dagarnir farnir að tapa lit sínum. Lóu átti stóran afkomendahóp, fjölmörg barnabörn og barnabarnabörn. Hún vann sem dagmóðir í mörg ár og gætti gegnum árin fjölda barna og var alltaf kölluð amma Lóa. Hún var það í augum allra þeirra barna sem hjá henni voru og kom hún fram við þau eins og væru þau hennar eigin. Lóa hélt sambandi við þau alla tíð og sendi þeim gjafir lengi eftir að þau hættu hjá henni. Lóa var söngelsk og hafði gaman af því að dansa. Hún söng mikið fyrir barnabörnin og söng þar að auki í kór í fjöldamörg ár. Fjölskyldu sinni unni hún heitar en allt og var afar stolt af öllum afkomendum sínum. Hún var alltaf boðin og búin að rétta hjálparhönd, hvort sem það var við að taka til hendinni heima við, eða elda og baka eða gæta barnanna.
Hún var svona amma sem lék við barnabörnin, settist niður hjá þeim, sagði þeim sögur og var óþreytandi spilafélagi í Olsen Olsen. Lóa var sveitastelp í eðli sínu og sveitin átti alltaf stóran stað í hjarta hennar. Þegar ég spurði ættingja, fjölskyldu Lóu, hver myndi vera yfirskriftin fyrir líf hennar, þá komu 2 orð upp í hugan, styrkur og elja. Og það var það sem einkenndi Lóu. Hún var einstök kona, góð og gjafmild og vildi öllum vel og var alltaf að hugsa aðra, minna sig sjálfa. Hún var dugleg og kraftmikil kona sem þurfti að reyna því miður margt ævina. Missti til að mynda 2 barna sinna, en hún reis alltaf upp að nýju. Hún var mikill húmoristi og einstaklega hláturmild og það hefur án efa átt sinn stóra þátt í því að henni tókst að komast í gegnum áföllin og halda áfram með bros á vör eins og hún gerði alltaf. Lóa naut góðrar heilsu mestan hluta ævinnar en árið 1966 varð hún fyrir því óláni að lenda í traktorslysi heim á Setbergi þegar hún hugðist fara út á tún að snúa heyi. Hún brotnaði illa og meðal annars mjaðmagrindin og þurfti hún að liggja í strekki í 3 mánuði. Það var mikil þregrun að ganga í gegnum þessa erfiðu lífsreynslu og komast aftur á fætur að nýju. Og þá kom berlega í ljós úr hverju Lóa var gerð. Þrautseigja hennar og elja var aðdáunarverð, en meiðslin þau höfðu áhrif á hana alla tíð og allt lífið, en hún lét aldrei mikið á því bera. Og hún gekk alltaf til sinna daglegu starfa áfram með bros á vör. Haustið 2015, nokkrum mánuðum eftir að maður hennar lést, sótti Lóa að komast í hvíldarinnlögn á dvalar- og hjúkrunarheimili á Silfurtúni í Búðardal. Og þangað fór hún, undi hag sínu vel og eignaðist marga góða vini og hún var að auki umvafin hluta fjölskyldu sinni þar. Henni fannst gott að hafa dóttur sína, hana Fríðu og barnabörnin hjá sér og fjölskylduna og þær voru alltaf mjög samrýmdar. En erfið áföll í upphafi þessa árs urðu þess valdandi að heilsu Lóu tók að raka og hún lést á Silfurtúni 13. júlí síðastliðinn, en þá var hún búin að vera á Silfurtúni í tæp 6 ár og var 89 ára aldri. Það eru mjög margir sem minnast Lóu með hlýju í hjarta í dag fyrir það að hún snerti líf svo margra og svo fallega. Ég flyt kveðjur frá starfsfólki og vistmönnum á Silfurtúni sem vilja þakka Lóu fyrir samfylgdina, fyrir tryggðina, fyrir vináttuna og síðast en ekki síst fyrir alla gleðina sem hún færði inn í samfélagið þar. Haflína Breiðfjörð, hjúkrunarforstjóri á Silfurtúni, hún biður fyrir samúðarkveðju til fjölskyldunar og þakkar Lóu fyrir þann góða tíma sem þær áttu samleið. Anna Finnsdóttir sendi kveðjur og þakkar Lóu fyrir trygga vináttu og gleði. Ágústa Kristín Bjarnadóttir, fyrrverandi tengdadóttir Lóu, biður fyrir samúðarkveðjur. Og ég flyt svo hljóðandi kveðju frá Steinunni Njálsdóttur og fjölskyldu. Samúðarkveðjur á mikilli sorgarstundu vegna andláts elsku Lóu frænku sem var svo eðlislegt að vera brosandi alla tíð og létt í fangi. Minning hennar dýrmæt perla. Ég flyt einnig hugheila samúðarkveðju til fjölskyldunar frá systrunum Klöru og Þórdísi Njálsdætrum. Við kveðjum Lóu frænku með söknuði og þökkum henni fyrir allar góðu samverustundirnar. Og svo það að lokum kveðja frá henni Áslaugu Kristvinsdóttur, barnabarninu hennar og fjölskyldu.
en þau komust því miður, gátu ekki verið með okkur í dag og þótti það mjög leitt. En kæru vinir, einhver fegursti boðskapur trúarinnar segir að við þurfum ekki að örvænta því hinn sorgmæddu muni verða hugguð. Og í einu fegurst ástar og erfiljóð okkar Íslendinga ferðalokum eftir Jónas Hallgrímsson segir: háa skilur hnetti himinn geimur, blað skilur bakka og egg, en anda sem unnast fær aldrei eilífð að skilið. Við skulum leyfa þessari vissu skáldsins að hughrista okkur og von trúarinnar að bera okkur í gegnum alla sorg og dimma dali. En ef til vill mikilvægast alls þess að hlúa þakklæti fyrir það sem við áttum, rækta vel það sem við eigum og treysta því að við megum halda áfram að hirða af alúð það góða og fagra í hversdagslífi okkar, alla þá daga sem Guð gefur okkur. Megi orð postulans fylgja ykkur áfram lífsins veg. Verið glöð, verið fullkomin, áminni hvert annað, verið samhuga, lifið saman í friði. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með ykkur. Þannig heiðrum við best minningu Ólafíu Þorsteinsdóttur en að lóa okkar með því að hlýða og heyra þessi orð postulans tala til okkar. Guð blessi minningu Lóu okkar, heyri bænir okkar og helgi þakkarefnin sem henni eru tengd. Í Jesú nafni. Amen. Og það eru tilkynningar hér sem ég vil koma því á framfæri að það gefst kostur á því að signa yfir kistuna hér fyrir utan kirkjuna að athöfn lokinni. Og kirkjugestum er boðið að þiggja veitingar í félagsheimilinu Lindartungu að athöfn lokinni. Og ég vil taka fram að það verður jarðsett í kirkjugarðinum á Breiðabólstað og Skógarströnd. Guð á himnum, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi,
miskunna þú oss. Nú lætur þú drottin þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar öllum þjóðum og til vegsemdar þeim sem þú hefur útvalið. Amen. Við þökkum þér eilífi Guð að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar við mætum mótlæti og sorg. Blessa okkur öll í líf og dauða. Við þökkum þér fyrir líf Ólafíu Þorsteinsdóttur. Blessa þú allar minningarnar hana og láta þær verða uppsprettu gleði, kærleika og samkenndar. Við biðjum þig að styrkja og blessa vandamenn hennar sem nú kveðja. Felum þér hana og framtíð okkar allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Við biðjum í nafni Jesú Krists. Amen. Og alla bænir okkar felum við í bæninni sem Jesús kendi og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum
vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lífa þótt hann deyi. Sá þeir dauðlegu, upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika, upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama, upprís andlegu líkami. Veit henni drottin, þín eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varviti þig, drottin láti sín ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Amen.